Ég ger bara svona ráð fyrir það skemmtilega að mæta í viðtal eftir svona leiki. Jú, það er alltaf skemmtilega að vinna fótboltaleiki og mér fannst það vera verðskulda hérna í dag líka og það var engin heppnistimpill á sem fannst mér fannst við mæta mjög grimmt inn í sérstaklega fyrri hálfleikinn og sköpuðum okkur tækifæri til að skora fleiri mörk jafnvel. Og við vitum alveg að búa gæði í þessum hóp en það sem að mér fannst vera svona skemmtilegast að sjá fyrir þjálfara var bara vinnusemin og samheldnin og pressan og fagna bara þessum litlu mómentum, litlu sigurum inn í leiknum, inn í fyrri hálfleiknum og fara svona verðskulda með 2-0 forystu inn í seinni hálfleik. Svona smá högg í byrjun að missa Arnór Borg af velli eftir 3 mínútur. Ég heyrði að þú varst búinn að tala um það fyrir leikinn og gast loksins teflt fram sama byrjunarliðinu. Já, það var fyrsta skipti núna þar sem við spiluðum sama byrjunarliðinu 2 leiki í röð en það endist ekki því miður, ekki í langan tíma en auðvitað kom maður í manns stað en það er alltaf svekkjandi að missa mann út á svona snemma og Arnór Borg er náttúrulega frábær fótboltamaður og missir í honum að þurfa að taka hann út af þessum leik en Adolf Daði kom náttúrulega inn og líka og gerði virkilega vel, spilaði vel fyrir liðið. Ekki auðvelt að koma inn á eftir 3 mínútur en hann gerði þetta bara virkilega vel. Já, algjörlega. Náttúrulega bara í toppstandi og tilbúinn að leggja sig fram hver einustu sekúndu fyrir þetta lið og það er alveg augljóst en svo eru líka gæði í honum og hann veit alveg hvernig hann á að skora mörk líka þannig að hörku góð innkoma í honum. Eins og segir, liðið virkilega gott í fyrri hálfleiknum sérstaklega og maður svona tók eftir að menn voru að berjast mikið fyrir hvort annað. Já, algjörlega. Varnarleikurinn bara flottur, við vildum alveg stígu upp og þora að pressa Keflavík því að þeir eru með vel spilandi lið og eru góðir í transition sérstaklega þegar þeir vinna boltann og fara mjög fljótt og hratt fram á þau þannig að við þurftum að vera grimmir að pressa þegar við töpum við boltanum hátt á vellinum. Mér fannst að gera það mörguleiti vel, það var ekki fullkomið hjá okkur en við náðum að stoppa þá í sínum sóknaraðgerðum ansi mikið og þeir eru náttúrulega með hraða og gæði líka á köntunum. Mér fannst við höndla það bara að langstæðstu leiti mjög vel og flott framistæða hjá liðinu svona í heild sinni varnarlega. Það reyndar svona í seinni hálfleikurinn náttúrulega erum við að verja 2-0 forystu og vildum náttúrulega við vitum að við erum að spila útivelli og menn bara vera skynsamir í sinni nálgun í því. Náttúrulega svolítið erfitt að spila á völlurinn fjarska fallegur og það var ákveðið að vöka hann ekki í hálfleik og þotnaði svolítið snöggt og menn töluðu hann hefði verið svolítið þungur í seinni hálfleik. Og bara að því sögðu þá fannst mér leikmenn bara stjórna leiknum vel inn á vellinum með það fyrir augum að vera ekki að taka mikið af sénsum og loka leiknum sem við gerðum svo að loka. Þú veist, Keflavík nær inn markið á 93 mínútu bara og svo fáður hotspinnu var eitthvað stress þá? Nei, alls ekki. Mér fannst við náttúrulega geta gert töluvert betur í að leysa það hvernig þeir komist í þessa stöðu til þess að skora markið en við erum ekki orðnir fullkomnir, við vitum það, við höldum áfram að koma okkur í stata stöðu til betra stand, menn eru fitt núna, við erum ekki að missa menn í leikbann og þetta er orðið þéttur hópur og það er orðið samkeppni stöður, bæði að komast í hóp og náttúrulega bara líka fullt af ungum strákum líka sem eru ansi viljugir og duglegir að leggja hart að sér og við erum að ýta þessu áfram stata stöðut og við erum bara að verða betri dag fyrir dag, viku fyrir viku og það er svona aðalatriði fyrir okkur að halda því í gangi. Gott að fá þessar 2 vikur fyrir annan leik undirbúsi. Það var í raun og veru gott, við vorum á þannig tímapunkti með hópin okkar einhvern veginn búin að vera á svona pínu laskaðir þannig að við nýttum tíman virkilega vel og það var gaman að fylgjast með strákunum hversu mikið þeir voru tilbúin að leggja á sig í þessari pásu og þeir uppskáru náttúrulega bara eftir því í dag. Umræðan er alltaf mikil í kringum FH og horfðir á annan leik sem einhvers konar úrslitaleik? Nei, alls ekki. Þetta er náttúrulega bara leikur sem við komum bara inn í hugafar til þess að vinna, alls engin úrslitaleikur en klárlega leikur sem við vorum alveg staðránir í að koma og taka þessi 3 stig sem voru í boði og mér fannst við bara eiga það skilið. Er það léttir hann á fyrsta sérinu? Nei, gleði. Bara gleði sem fylgir því? Algjörlega. Bara svona, framhaldið, hvernig bara svona leggst það í þig núna, svona ákveðið svona þungu fargi létt kannski, má segja að það ná í fyrsta sérinu og geta það bara byggt á hana það? Já, algjörlega, þetta var framistæðar sem við getum alveg klárlega byggt á, ég meina Keflvíkingarnir hafa alveg verið að standa sig vel og það hefur verið erfitt að koma sækja sigra á þessum velli og við komum og gerum það bara vel, auðvitað byggjum við að því, líka bara trúin á það að við getum spilað bara fína fótbolta, við sköpum okkur fullt af tækifærum eins og ég sagði, eða svona nokkuð góð tækifæri í fyrri hálfleik, skorum fín mörk, þannig að líka bara leikmennir sjáu það og finni það að þeir eru góður í fótbolta og þeir eru vinna saman og leggja hart að sér að þá getum við náð í úrslit sem er bara gaman að sjá. Eitthvað vita með alvarleika meiðsla Arnórs? Nei, ég held að þetta hafi nú bara verið högg sko, en vonandi er þetta ekkert meiri en það sem að jafna sig bara á 2-3 dögum. Karlsson spilar ekki í dag heldur, hvernig er bara svona staðan á honum?
Já, hann var ekki hérna í dag og ekki í hóp í dag. Hann svona einhverju leiti þarf að koma sér í betra líkamlegt stand. Hann þarf að leggja bara hart að sér til þess að komast í stand til þess að geta spila eins og við viljum spila og halda línuna hátt og geta pressa á köflum og það er bara það sem hann þarf að fókusa á núna. Er það eitthvað ósáttur með hann? Ég held að menn séu aldrei sáttir með að vera ekki í hóp eða að vera ekki í liðinu en það líka bara sýnir úr hverju menn eru gerðir þegar þeir fá svona mótlæti í andlitið og ég er alveg viss að hann starraður í að bara koma sér í toppstand og koma sér hérna í lið. Takk fyrir þetta Jókal og gangu vel.